Gunnar Már mætið inn í kórinn, tapið 1-0, hvernig bara svona, nei, ég meinti 3-0 fyrirgefðu, ég var að tala við Breiðarslægin, en það tapið 3-0, hvernig þín fyrstu viðbrögð? Mjög fúll, svekktur. Mér finnst við aldrei ná að ógna markinu þegar neinu ráði, en lendum 2-0 undir, hvað er ekki 2 mínútur milli marka, slökkna á okkur þar. Svona mark sem við þekkjum, það er farið fram í bakverðið og kött át í teginn og ekki 3, 4, 5 mark sem við fengið okkur svona í sumar. Og við erum bara í holu og við þurfum að finna sjálfstraustið á boltann einhvers staðar og við þurfum að búa til sóknarleikinn okkur upp á nýtt. Þetta er bitlaust. Eins og segir, fengu 2 mörk á okkur á 2 mínútum, hvað gerist þið slökku á okkur eins og þú segir, hefur eitthvað skýringar á þessu? Nei, sjálfur sér ekki. Ég vildi óska að ég hefði skýringar á þessu. Mark 2 er svona típist mark sem HK hefur verið að koma með, bara frábærlega framkvæmt og vel tímasett hlaup á bakvið. Svo náttúrulega þriðja markið kemur bara í andlitið á okkur af því við erum að sækja. Mér fannst við góðir í seinni hálfleik en náðum einhvern veginn ekki að ógna markinu að neinu ráði og við bara þurfa að skjóta meira á helvítis markinu. Voru að komast sérstaklega í seinni hálfleik í fínar fyrirgjáðastöður eftir gott uppspil, svekkjandi hvernig þið eru að nýta síðasta þriðjunginn? Já, það er vandamálið okkar alveg klárlega og við höfum ekki fundið þau mörk sem fóru úr liðinu, þannig að við erum að leita. Ertu ósáttur með fyrri hálfleikinn? Ég er mjög ósáttur með svona 10 mínútna kafla í fyrri hálfleik. Hitt bara nokkuð sáttur með það, en það er erfitt að vera sáttur við nokkuð skapaðan hlut í þeirri stöðu sem við erum og töpum 3-0. Sér það bara á liðinu að sjálfstraustið er ekkert og það er verkefni hjá okkur að finna trúna á því sem við erum að gera. Eins og segir, eru liðið bara ekkert sjálfstraust, eru án sigurs eftir 8 umferðir, lítið sjálfstraust, hvað getur þú gert til að brjóta þetta upp? Já, maður þarf að reyna eitthvað nýtt, það er alveg ljóst. Við erum að það bara fara að leita annarra lausna. Þú gerðir töluvert af skiptingum í sérháleik, svona stutt á milli skiptinga. Varst að leita einhverjum svörum, varst að reyna að fríska upp á þetta eitthvað í seinni hálfleik? Já, ég var ánægður með þá sem kom inn, það kom kraftur með þeim og menn voru að þora að gera hlutina og skilaboðin voru líka þegar gerum þrefaldar skiptingu að stíga hærra á það og reyna að þrýsta aðeins á það og mér fannst þeir sem kom inn og gera það vel og bara helvíti leiðilegt að fá markið í andlitið, staðan fyrir að koma inn 3. markinu og gera þetta leik í lokin, fá svo markið í andlitið í lokin. Við erum með einhverja menn á meiðslalista, Reynir í banni í kvöld, eru eins og segir bara í alvöru brekku, það er bara hún er orðin brött, Egill Þrótt og Þór þessi 2 leikjum, áhyggjefni, menn hafa bara áhyggjur? Já, klárlega. Við erum náttúrulega búin að vera óheppnir og það eru 3 leikmenn sem hafa tekið þátt í öllum leikjum í sumar og verða færri, sér það að Brynjar Gauti spilar handleggsbrotinn í þessum leik, Sigurður markmaður handleggsbrotinn. Það eru menn búin að vera frá vegna höfuðáverka og ökklameiðsla og þetta er einhvern veginn. Þetta er allavega kannski það að menn finna meira til þegar illa gengur, ég veit það ekki, en það er búið rosalega mikið svona lítil meiðsl sem að halda mannum frá velli. Hvað þurfum að gera til að ná í fyrsta sigurinn Þrótti í næsta leik? Við þurfum bara að halda áfram. Þetta mun á endanum falla með okkur og það er ekkert lið sem hefur yfirspilað okkur gjörsamlega og ég held að mér fannst HK ekkert yfirspila okkur, þeir refsuðu okkur grimmilega en þeir voru ekkert að vaða í færinu nema þá í lokin sem þeir eru að sleppa í gegn þegar við erum hátt af völlum.
Þessi deild bara algjörlega bara ruglu að ég fæ að vera hreinskilinn. Hérna, það er ekkert langt upp í hennar pakka, 2 sigurleikir og 3 komnir í hennar pakka, þú veist, þetta er bara, þú veist, menn hljóta bara að vilja halda áfram. Já, ég er alveg sannfærður um það að þegar við loksins náum í sigurinn þá komið þið nokkru í röð. Og við erum með lið sem á ekki að vera þarna, en við erum með lið sem þarf að þroskast hratt. Við erum með mikið ungu leikmönnum, sér að við endum með 4 ef ekki 5 annarflokksstráka inn á vellinum í lokin. Og þetta eru þeir leikmenn sem er að taka við keflinu hérna og það er alveg klárt að við þurfum að þroskast hratt og við erum að fá helviti grimma kennslustund í þessu. Fjölnir stigið frá því að fara upp á síðast tímabilið núna, tímabilið árið eftir án sigurs, Júlli fer, Baldvin fer og Dóri fer. Munar þetta og náttúrulega, munar þetta eitthvað? Á 7 ári, munar þetta? Eðlilega munar karakterina og menn sem að þekkja þetta og allt það. En við erum bara búið til nýtt lið og það eru aðrir sem þurfa að stíga upp og sinna þessum leiðtogaverkefnum sem að þessi 3 sem þú nefnir voru allir í, ásamt Gummakalla náttúrulega og fleiri. Gleymdi Gumma. Þannig að þetta er rosalega mikil breyting en ég tel okkur geta bara snúið þessu við. Takk hérlega.